Kafteinn Gúrka og hlaupauðnapíramennirnir. Í bænum Snarlbæ bjó hugrakkur drengur á nafni Kafteinn Gúrka. Hann var engin venjulegur drengur, hann var hetjan sem verndaði Snarlbæ gegn óþekkum mataræningjum, sérstaklega hinum alræmdu hlaupauðnapíramönnum. Einn sólríkan eftirmiðdag komu hlaupauðnapíramennirnir til Snarlbæjar undir stjórn hins sóknvekjandi Kafteins hlaup með eitt markmið að stela öllum kökunum úr bakaríi bæjarins. Kafteinn Gúrka frétti af áætlun þeirra og vissi að hann yrði að grípa til aðgerða. Hann greip traustan gúrkusverð sitt og þaut af stað til bakarísins. Þegar hann kom þangað voru hlaupauðnapíramennirnir þegar inni og stungu kökum í hlaupauðnapókana sína. Stöðvið ykkur þarna, þið hlauphausar, hrópaði Kafteinn Gúrka. Hlaupauðnapíramennirnir frusu. Þetta er Kafteinn Gúrka, skræktu þeir. Setjið kökurnar aftur á sinn stað eða ég breyti ykkur í gúrkukeimandi hlaupunni. Varaði Kafteinn Gúrka þá við, á meðan hann sveiflaði sverðinu sínu. Kafteinn hlaup reyndi að vera hugrakkur og steig fram. Þú getur ekki stöðvað okkur, Gúrka. Við elskum kökur of mikið. En Kafteinn Gúrka var með leynivopn, tómatsósu. Hann sprautaði tómatsósu á pírata og þeir runnu til og frá á bakarísgólfinu, slepptu kökunum og duttu í hrúfu. Oj, tómatsósa, stundu píratar upp. Með pírata hulda tómatsósu og gjörsamlega sigraða hló Kafteinn Gúrka. Þetta kennir ykkur að eiga ekki við Snarlbæ. Hlaupauðnapíramennirnir flúðu og hétu því að stela aldrei kökum aftur. Kafteinn Gúrka skilaði kökunum aftur í bakaríið og bæjarbúar fögnuðu. Snarlbær var aftur orðinn öruggur.